1. maí, enda ég í rauðu. Og þetta eru fyrstu tónleikar sem við höfum getað haldið gleðigjafar síðan náttúrulega fyrir COVID. Þannig að ég held að við bara klöppum fyrir því. Þessi hópur hefur náttúrulega bara eins og aðrir kórar og annar félagsstafur átt erfitt uppdráttar í COVID-inu. Við gátum ekki haldið æfingar svo mánuðu skiptir en við gátum stundum skipt hópnum þannig að það voru bara fáir í einu. Þannig að við smám saman gátum safnað í sarpinn. Og við vorum ekkert viss það í vor hvort við gætum haldið tónleika bara upp á COVID. En þannig við gerðum enga söngskrá, ég bara kynnaði af nóðum og njótiði bara. Og þessum tónleikum verður strendnir og elliheimili og meira sér til Ameríku. Halló Ameríka. Gjörðu svo vel. Fyrsta lagið sem við ætlum að flytja, það eftir Guðmund Guðbjartsson frá Austurhól. Og þetta lag kom upp í hendurnar á okkur, Guðrún fékk Jóhann Moravec til þess að útsetja þetta og ég held bara að þetta sé frumflutningur, það ekki rétt hjá mig Guðrún? Þetta ekki frumflutningur á laginu? Hefur nokkuð tímann heyrt þetta lag áður, sungið? Nei, ok. Við ætlum að flytja þetta lag, gjörðu þið svo vel. Gjaf okkur tóna. Bassi? Allir með saman tónum. Eru svolítið skemmtilegt fyrirbrigði. Það eðlilegasti hlutur undir sólin að vera með barnakór, unglingakór, karlakór, kvennakór og hvað svo? Og þá eru kórar Eldriborgar og það var snillingur sú kona sem fann upp á þeim. Hún hét Kristín. Viðheldur fegurðinu röddinni með því að ofbjóðin ekki. Þannig að við syngjum þetta svona létt og líburt. En næsta lag sem við syngjum heitir Bærinn minn og það eftir
Kristján frá Djúpalæk, hann gerði ljóðið og það gaman að segja frá því að í bók Bolla Gústasonar frá Laufási, þar sem hann tekur viðtal við 4 presta fyrirgeðu, þetta eru bókinni 4 skáld í för með presti og hann var spurður, Kristján frá Djúpalæk var spurður, var einhver sem hafði áhrif á þig í skáldskaparátt? Og hann svaraði, Þórarinn Þórarinsson reyndist með góður gagnrýnandi. Hins vegar á fyrsta kvæði mitt sem eitthvað margt var tekið á til fyrir það að Þóroddur Guðmundsson bað okkur að gera heimastíl. Mig minnir að stílinn hafi átt að heita Bærinn minn. Ég gerði þá kvæði og skilaði því. Hann las það upp í kennslustund og hvatti mig eindregið til að halda áfram. Þetta kvæði birtist síðan á prenti. Þetta var á Eiðum. Þá var hann bara ungur maður. Og við ætlum að flytja þetta lag. Gjörðu svo vel. skemmtilega fallegri textarnir. En ég ætla nú að kynna hérna Gunnar. Gunnar Ásgeirsson, hann hér á píanóinu. Hann yngstur í hópnum. Og hann hefur alltaf verið yngstur. En þegar ég byrjaði með kór eldri borgara eða gleðigjafa, það eru 29 ár síðan, og það einn maður eftir í kórnum sem var þá. Og hann var 60 þá.
Þannig að nú skulum við bara leggja saman. Helga Gunnars hérna, þegar hún byrjaði, það eru 10 ár, Stefáns fyrirgefðu, já, Helga Stefáns, þegar hún byrjaði, þá var hún 60 og hún var yngst þegar hún byrjaði og hún enn yngst fyrir utan Gunnar. Guðbjörg 9 mánuðum eldri. Það svona meðgangan. En að eðlilega á öllum þessum árum og eðlilega með hóp á þessu aldursbili að þá verða brottföll. Bara eðlilega og maður þarf alltaf að bæta við. Og ég alltaf að auglýsa og ég vona bara að með haustunum þá bætist fleiri í hópinn. Þetta mjög skemmtilegt. Nú ætlum við að fara í blíðasta blæ. Lagið eftir Óðin G. Þórarinsson og ljóðið skiptaðir á milli sín Magnús Stefánsson og Þórólfur Friðgeirsson. Gjörðu svo vel. Næsta lag heitir Gleðistundir og það lag eftir Sigfús nokkurn Ólafsson og Hjörtur Þórarinsson gerði textan. Ég var svo ljónheppin að eignast bók, eða réttar sagt bækur, með lögum eftir þennan Sigfús Ólafsson. Hann var mikill tónlistarmaður, hann var organisti, píanóleikari, spilaði á trommur og gítar, ég veit hvað. Hann var í danshljómsveitum og hann gerði mörg falleg lög og ljóð við mörg hans lög eftir þennan Hjört Þórarinsson og hann hefur nú komið hér og verið með leikfim, það ekki? Fyrir eldri borgar, ég held að hann sé 98 ára. Það ekki rétt hjá mér? Getur ykkur svarað mér fyrir? Hjörtur? Já, hann í fullu fjöri. Þannig ef þið eru 60, þá getur þið komið í kór eldri borgara. En við ætlum að fylgja í ykkur gleðistundir. Gjörðu svo vel. Gleðistundir okkar margar
Þetta voru gleðistundir og næst ætlum við að flytja ykkur syrpu af svona gömlum og góðum lögum. Þið þekkið þau öll, þið getur sungið með þess vegna. Og þetta í útsetningu Björgvins Þ. Valdimarssonar. Þetta úti við Svalan sæin og kallarnir fá að fara á flug og bara gjörðu svo vel.
Þetta var mikið stöð. Nú ætlum við að fara okkur yfir í fullan mána. Og þetta er ókunnugur höfundur bæði lagi og texta en Jón Óskar á íslenska textan. Máninn fullur. Ég ætla að taka annað svona drykkjulag. Þeim leist nú held ég ekkert á. En nú ætlum við að syngja með krús í hendi. Það er írskt lag við texta Jónasar Árnasonar og þetta var úr leikritinu Þið muna Jörund. Þrjú og Palli gerði þetta svo vinsælt. Nú ætlum við að leggja í hann. Fannst mér vera þó nokkur vit
Takk fyrir kærlega, en nú ætlum við eftir þessa drykkjusöngu ætlum við að taka okkur smá hlé. Á ég minna á? Þau ætla að láta renna af sér. Herðu, við tökum nokkra mínúta hlé. Takk.
gullfallegt lag sem heitir Kvöldkyrrð og lagið gerði Jónatan Ólafsson og hann var bróðir Sigurður Ólafsson söngvara og hestamanns og Númi Þorbergs gerði textan. En sagan er svo að hann sagði mér þetta Þorlákur sem ég nappaði úr örafanum í hópinn. Lét hann læra alveg hreint ægilega hratt. En systir hans er tengdadóttir Núma Þorbergs og Jónatan missti konuna sína, samdi þetta lag í minningu hennar og fékk þennan gullfallega texta Núma Þorbergs. Og ætlum að flytja ykkur þetta lag, Kvöldkyrrð. Takk fyrir. Textinn segir manni svo miklu meira þegar maður veit tilurðans. Sólkveðja er lag eftir Júlíus Bekkgård og ljóð Steingrímur Thorsteinsson. Þetta er lag sem að mér finnst alveg óskaplega fallegt. Það er hægt að syngja þetta allstaðar. Já, gjörðu þessu vel.
Næsta lag er eftir Sigfús Ólafsson, þennan sem við sungum eftir áðan. Hann gerði Bærinn minn og Birgir Hartmannsson gerði textan og þetta heitir Hófaspil og ég segi þetta sé fyrir Gísla á Brunnum. En svo er Guðbjörg, hún er á Hestabraut. Þannig að þau verður bara að eiga þetta saman. En þetta er skemmtilegt lag. Nú förum við í útreið. Já, Gunnar getur svo sem átt þetta líka. Sjálfur bóndinn. Skúraskinn og breytileg veður. Þetta er ekki lag. Þetta er romsa. Þetta er sko drápa. Helga Sigurðardóttir frá Malarási, hún er frænka Ingu, er það ekki rétt hjá mér? Og hún er örugglega skyld Sigrúnu. Hún er amma þín, segðu. Guðmundur Óli Sigurgeirsson á Klaustri, hann gerði lag við þennan mikla texta og þetta er svona út allt. En þetta heitir Skúraskinn og breytileg veður. Þetta er bara veðrabreytingar. Við ætlum að leggja í hann. Við erum komið með flettara. Það er ýmislegt sem að tekur sig.
Takk fyrir. Eins og þið heyrðuð þá þetta ekki beint lag. Þegar við byrjuðum að æfa þetta þá sagði einn sem var nýræður, þegar ég sagði við þetta bara langtímaverkefni hjá okkur. Þá leit hann á mig og brosti fallega og sagði langtímaverkefni, ég nýræður. En hann lærði það. Þá erum við komin að Dalurinn minn. Það lag eftir Friðrik Jónsson og textin eftir Guðmund Halldórsson. Það ekki rétt hjá mér? Hjálpiði mér. Ljóðið Guðmundur Halldórsson eða ekki sá sem gerði textan við Rósina? Já. Þetta lag sem heitir Dalurinn minn. Mjög fallegt. Gjörðu þið svo vel.
Og ef við hlustið vel eftir textanum, þá segir hann á einum stað, blómin tala miklu betur en þeir bestu eða mestu ræðusnillingar. Þetta á vel við núna fyrir kosningar. Takk fyrir kærlega og blómin tala.